Já, Óttar, þú með 2 mörk í einum leik, hvernig kemur það til? Bara aukaæfingar, ekkert annað. Nei, það gerðist bara leynum. Þetta bara féll fyrir mig og bara um að gera að klára þetta. Þú hefur nú oft verið duglegur að koma þér í færi, en það hefur kannski verið svolítið erfiðar að nýta þig í gegnum tíðina? Jú, eins og segi, ég er búinn að liggja þessu myndböndum á Dion Dublin, þeim mikla meistara og já, ég er komið með færi en nú loksins ná ég að tróða þessi netið þökks í Dion Dublin. Og ekki fara að skila núna fleiri mörkum í kjálfarið? Jú, vonandi. Við erum alltaf með afburða spyrnumenn sem geta servera með inn í bóksinu, þannig að vonandi að þetta skilir sér í Íslandsmóti líka. Og að þú skilir 2 mörkum í miðverðinum, það ekki ákveðin skilaboð til manna sem eru framar á vellinum? Ég er með Ólafur Hrannar Kristjánsson, frændi minn, sé hann ansi heitir hann frammi, þannig að sjáum bara hvað gerist. En þessi fyrsti leikur, þetta var alltaf lúxus úrslit, það er ekki hægt að segja hana? Já, við kannski tökum úrslitin aðeins út fyrir sig og einblíðum aðeins á okkar framistuð og hún var bara virkilega góð, en við vitum að manna best að undirbúningstímabilið skilar okkur ekki neitt inn í sumari, þannig að við erum bara alveg sal í róli með báða fætur á jörðinni og ætlum bara að njóta þess að spila í Reykjavíkurmótinu og bæta okkar leik með hvernig leik sem líður og vonandi ná þessi flestum leikjum í Reykjavíkurmótinu. Núna á miðvikudagskvöldið er næsti leikur, má ekki kalla Víking Reykjavík svona kannski okkar erkifjændur? Nei, ég veit það ekki. Jú, örugglega. Ég hef aldrei eitthvað... Þú verður ekki pælt í þessu? Nei, ekkert mikið sko. Ekki það, mér hef aldrei eitthvað liðið vel, aldrei hugsað hlýtt til Víkinga sko, en þetta er bara fínt lið og gaman að mæta Anderstein og hirti hjarta sinni, frábær útvarpsmanni og taka hans á þeim. Það verður mjög gaman. Þarna, hvernig heldur þessi leikur verði annars? Ég held að verði bara vonandi stór skemmtilegur leikur og endi vel fyrir okkur, en fyrst og fremst erum við bara einblíðin að gera það sem við höfum að leggja áherslu á æfingu og fá það inn í leikina og svo bara njóta þess að hafa gaman, sýna leikleiðið og bara njóta þess að spila saman. Talandi æfingar, þið voru að klára æfingu núna og það var þokkalega tekið á því, þið voru settir í sprettið hana? Já, þetta fylgir þessi tímabilið að taka þess á því restina og við verðum bara í toppformi þessi líkur og það er sem við viljum vera í betra formi en í fyrra. Menn í misgóðu formi sem snöttir? Já, þetta er samt alltaf jafnað sko, menn eru að leggja sig 100% fram á æfingu og þeir sem kannski komið seinna inn í þetta er að taka sig á og eru bara komin á svipaðan stað og allir aðrir og það er bara gott mál, ekkert annað.